Við höldum áfram með föstudagsþáttinn hérna í Pakkhúsinu en 17. júní á næsta leyti og þau eru sest hérna hjá mér tvö af skipuleggjendum hátíðahaldanna. Brjálað að gera? Nei, þetta er komið sko. Þetta bara klárt. Allt tilbúið. Það rúllar. Hverjir það sem að koma að þessari skipuleggingu? Það eru skátarnir. Já, skátafélagi Klakkur hefur haft umsjón með þessari dagskrá undanfarin ár. Og við höfum fengið Heimir Bjarna til þess að vera okkur innan handar og hann sér sem sagt að halda utan um dagskrána og finna atriði og gerir það mjög vel, þannig að það gott að eiga góða að, eins og það segir. Já, þetta samstarf sem búið að vera lengi? Þetta 3. árið núna. 3. árið. Já. Og hvað ætlið að bjóða okkur upp á þetta árið? Herru, það bara hérna í bestu dagskráni sko. Já, N4 dagskráni. N4 sko, já. Þetta hérna í opninni sko. Þetta náttúrulega bara svolítið hefðbundið sko og við byrjum náttúrulega í Listigarðinum klukkan 1 og þar mun Lúðrasveit Akureyrar spila og það fánahyllingin og sem að skátarnir sjá svo vel og svo það náttúrulega prestur sem að talar, það séra Jón Ómar Gunnarsson. Hátíðarávarp í höndum bæjarstjórans Eiríks. Kór Glerárkirkju syngur undir stjórn Valmars. Og svo það alltaf hérna úr stóru upplestarkeppninni, það alltaf svona ljóðalestur og það Ardís Aðils og Telma Lísa sem ætla að lesa ljóð. Eru þá sigurvegarar keppninnar eða einhverju bara þáttakendur? Nú bara þekki ég ekki alveg hvort það séu sigurvegarar eða þáttakendur, það allavega einhverju sem eru mjög góðir sko. Þetta úr Lundarskóla, hérna eru 2 hérna nemendur. Svo bara hefst skrúðgangan frá Listigarðinum 13:45 og skátafélagi Klakkur og Lúðrasveit Akureyrar þeir leiða gönguna með fána borg og svoleiðis. Og svo klukkan 2 hefst hátíðadaskráin á Ráðhústorgi. Þar kemur Lúðrasveitin og öll skrúðgangan niður og þar hefst sem sagt að Villi og Sveppi þeir munu kynna hátíðadaskrána en það alltaf fjallkonan og nýstúdent sem halda ræðu til að byrja með. Þannig að þetta svona hefðbundi svona sem að höldum í hefðina. Já, og stúdentarnir koma hérna niður í bæ á einhverjum tímapunkti, það ekki alltaf? Það síðan kvöldið sko. Það er kvöldið. Ég á nú að vita þetta. Já. En það ágætt að taka það fram bara núna, að það klukkan 11, 23:00 sem að þeir koma, massera inn á torgið og það eru 200 snakkbítar sem að munu hérna stýra tónlistinni og hjálpa þeim að halda góðri stemningu. Já. Og þeir munu enda kvölddaskrána fyrir okkur, 200 snakkbítar. En ef við hoppum aðeins í dagskrána hérna að deginu til, þá sem sagt það, ef við teljum þetta bara hérna, þá það leikhópurinn Lotta, og svo tónlistarskólinn Akureyri með atriði, Steps Dance Center, og svo það Lilla Stænke sem að sigraði hérna Vaffima-keppnina, ekki stóru heldur Vaffima, hún fór fyrir hönd Vaffima. Og Jón Tumi, hann sigraði Emma, þannig að þetta svona söngvakeppnis atriði. Og svo ætla Doddi Mix að klára daginn fyrir okkur og Steps Dance Center ætlar að búa til svona stemningu á torginu og í miðbænum. Og meðan að þessu stendur þá ratleikur í gangi frá 2 til 5 og skátatívolið á sínum stað frá 2 til 5. Gamla góða skátatívolið. Gamla góða. En það alltaf jafn vinsælt. Alltaf jafn vinsælt. Þetta náttúrulega bara svona spurning að hafa eitthvað í boði. Það kostar ekki neitt. Þannig að það geta allir komið og unnið til fengi karamellu eða sleikjó og prófa að sína, listir sínar í tívolínu. Þannig að það mjög skemmtilegt og það eru yngstu skátarnir okkar sem að vinna þar og gera það mjög vel. Þannig að þetta mjög skemmtilegt. Og ef við förum í kvölddagskrá nú, þá höldum bara áfram. Að þá segir nú kvölddagskrá, skátakvöldvaka í Skátagilinu. Þar verður frá 8 til 9 og þar verður stemning. Heyrðu, þar verður rosaleg stemning. Jú. Við ætlum að reisa lítið tjald í Skátagilinu og vera með varðeld og síðan ætlum við bara að vera með svona hefðbundna kvöldvöku þar sem við syngjum, látum svolítið eins og kjánar af því að maður þarf að þóra bara að vera maður sjálfur og það allir með og allir vinnir
og við erum alls konar hreyfisöngva og hérna gaman bara fyrir fjölskyldufólk held ég sérstaklega að koma og taka þátt í því. Maður þarf ekkert að vera skáti til að taka Ó þátt í því. nei, þetta eitthvað sem það eru bara... Já, en maður verður allavega skáti það ekki eftir um Jú, eitt sem skáti og allt skáti. Nei, það er bara mjög skemmtilegt og ég held sérstaklega eins og ég segi, fyrir fjölskyldufólk þá held ég að þetta geti verið hérna svona góð byrjun á kvöldinu. Þannig að þetta verður mjög svona, hvað ég að segja, bara heimilisleg og hérna frjáls stemming þarna í skátagilinu og hérna, en alveg ekta varðeldur, þannig að þetta verður mjög skemmtilegt og Ásgeir Úlfarsson ætlar að koma og spila á gítar með okkur og stjórna þessu og þannig að þetta verður mjög skemmtilegt. Stuð á þessu. Það verður kannski hægt að læra einhverja skátasöngva. Já. Við verðum með þaulvana skáta hérna í fararbroddi sem að hjálpa fólki að komast inn í stemminguna. Það er frábært. En svo á Ráðhústorgi þá hefst tónleikadagskrá eftir skátakvöldtöku klukkan 9. Og þar koma hljómsveitir fram og líka einsöngvarar. Það er hljómsveit sem heitir Illusion of Freedom. Það er ný hljómsveit hérna, Akureyri. Já. Það verður gaman að heyra það. Svo er það Katrín Mist sem á hérna leik- og dansstúdíu Alice. Hún ætlar að syngja fyrir okkur. Já. Pétur Örn, kannski best þekktur sem Pétur Jesú, eða úr Buffinu, hann ætlar að syngja fyrir okkur. Svo er það Aron Óskarsson hljómsveit, það er flott hljómsveit sem er að fara, þeir eru í stúdíu núna að taka upp og er að fara að gefa út plötu, þannig að það verður gaman að heyra í þeim. Nóg af nýrri tónlist. Já, þannig að þetta er bara, við erum að reyna einmitt að gefa svona fólki tækifæri til að koma fram. Og svo endar, náttúrulega eins og ég sagði á, 200.000 naglbítar dagskrána og svo ný stúdentar í menntaskólanum. Frábært. En það lítur að vera ýmislegt fleira að gerast hjá ykkur í skátunum í sumar. Já, hérna, þegar við 17. júní búin þá ætlum við að skella okkur að hafa Jónsmessumót upp á Hömrum sem er nú svona, hvað við segja, annað heimili okkar skátana. Og við höfum boðið til okkar skátum sem sagt frá á landsbyggðinni, þannig að þetta er félagsútilega skátan í Klakki og fjölskyldum þeirra er líka boðið. Þannig að það er mjög flott dagskrá í boði, það er bæði eldsmíði og hjólabraut og er alleikir og bara flott dagskrá. Þá svona líkur þessu formlega starfi þetta árið en við erum að senda 7 skáta sem fara alla leið til Japan til að taka þátt í alheimsmóti skáta. Já, þetta er skemmtilegt. Í næstu viku, 17. júní, nóg að vera, heyri ég. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Ég hlakka til að sjá okkur niður í bæ í næstu viku. Já, takk fyrir. Takk fyrir. Þá er komið að íslensku þjóðlagasveitinni Spilmenn Ríkinis en hana mynda hjónin Örn Magnússon og Marta Halldórsdóttir ásamt dóttur sinni Ástu. En þau ætla að leika fyrir okkur íslenska þjóðlagatónlist. Gjörið svo vel. Fönnin úr hlíðinni fór og fjólan vex aftur í dalnum. Laus brettur liminu frá. Hitanum lítur nú snjór. Förum úr fjallrósasalnum. Minkandi út rennur á. Dagana kemur æ kvöld. Vér knýjumst svo fram til